Við viljum ekki ganga inn í Evrópusambandið, við höfum opnað fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég tel rétt að stefna henni á fyrri hluta kjörtímabilsins. Ég er opinn fyrir því að nýta þjóðaratkvæði til þess að leiða fram þjóðarviljan í þessu máli. Nú er það ljóst að ég held að allir stjórnarandstöðuflokkarnir vilji að það sé kosið á þessu vori, jafnvel í tengslu við næstu sveitarstjórnarkosningar, það hvort að ég halda áfram aðildarviðræðunum eða ekki. Svo kemur forsætisráðherra í útvarpinu í vikunni og hann segir nei, það á að kjósa það hvort við eigum að ganga í sambandið eða ekki. Já, það var bara það sem við sögðum í vor. Við sögðum að við myndum aldrei ganga í Evrópusambandið nema að undangenginni kosningu og við ætlum okkur ekki að ganga í Evrópusambandið, þannig að það þarf ekki að kosningu, þetta er alveg lógískt. Þannig að verður engin kosning? Ekki að mínu mati. Ég meina, þannig lögðum við upp, það voru þá, fólk verður átt að segja og það var kosið síðastliðið vor. Já, það verður ekki kosið Evrópusambandið? Já, í og með. Ég meina, þetta lögðum við alveg skýrt fram. Jú, það verður eitt af kosningamálunum, en það var ekki þjóðaratkvæðagreiðsla Evrópusambandið. Nei, en við sögðum það að við myndum aldrei fara þannig inn nema undangenginni kosningu og ef við viljum alls ekki fara þannig inn, þá þurfum við ekki kosningu. Það er bara þannig flokka núna við stjórn. Já. En þó andstaðan við inngöngu sé nokkuð afgerandi á þessum tímapunkti er meirihluti fyrir því að aðildarviðræðum verði haldið áfram. Rúm 52% svarenda í könnuninni vildu klára aðildarviðræðurnar, töluvert færri, rúm 30% vildu draga umsóknina tilbaka, rúm 16% tóku ekki afstöðu.